Komið þið sæl og velkomin í hádegisviðtalið hér á Stöð 2. Málana eru þær sviptingar sem urðu í gær í borgarstjórn Reykjavíkur. Meirihlutanum var hreinlega bilt. Hjá mér situr Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, velkomin. Margir vilja kenna ykkur, borgarfulltrúanum, hvernig fór. Þið til dæmis fóru til fundar við formann Sjálfstæðisflokksins og varaformann án Vilhjálms borgarstjóra. Hvernig datt ykkur það í hug? Það var bara vegna þess að við vildum ræða þá stöðu sem upp að komin. Það var ákveðin svona meiningarmunur á milli okkar og borgarstjóra. En reyndi að verða þannig að þegar við áttum fundi með formanninum, að þá vorum við samt að ræða við Vilhjálm og vorum svona komið mjög langt í áttina að niðurstöðu. En formaðurinn hann náttúrulega veit af öllu svona sem gerist í flokknum og hann vildi bara líka fá hitt okkur til að fara yfir stöðun og heyra svona hvaða meiningarmunur þetta væri. En vissi Vilhjálmur af þessum fundi fyrirfram? Það held ég. Ég bara man ekki hvernig það var. En þetta ekki bara í raun rýtingstunga í baki á Vilhjálmi að biðja slíkan fund án hans? Nei, alls ekki. Alfreð Þorsteinsson var hérna í fréttunum áðan. Hann túlkar það þannig að þið skildu bara yfir höfuð biðmennafund og fara til fundar við formann og varaformann flokksins án borgarstjórans. Það sýnir trúnaðar brest á milli ykkar. Nei, Alfreð er nú eldri en 2 vetur og við vitum að hann hefur nú manna kannski síst í Framsóknarflokknum verið í takti sem formann. En ég fullyrði það, við vorum í góðu sambandi, við vorum í góðu sambandi við Vilhjálm. Til dæmis bara daginn fyrir þennan fund hafði ég rætt þetta mál við Vilhjálm og talaði síðan aftur við hann þennan dag. Og það vorum við held ég öll meira að minna í góðu sambandi við Vilhjálm. Og við vildum bara vera í góðu sambandi við formannin líka. Auðvitað verður formannin að fá að vita því hvað í gangi í flokknum. En það ekki skiljanlegt að samstarfsflokkurinn, Framsóknarflokkurinn, túlki þetta sem svo að Vilhjálmur hafi ekki lengur trúnað ykkar þegar þið farið til fundar án hans svona mikilvægt mál til fundar við formann flokksins og varaformann? Nei, það var gert Framsóknarmenn ljóst þegar við talaði þá að það var í full einingi okkar flokki og þegar við hittum síðan á fundi til þess að fara yfir málin þá sjá þeir að við komum algjörlega fram sem einn órófa heild. Já, en þið gerðu það ekki þegar þið fóruð til fundar við formann flokksins. Þið komið ekki þar sem einn órófa heild, þið skiljið borgarstjórinn eftir. Við förum bara á hans fund til þess að upplýsa hann stöðu málsins og þegar við hittum hann þá erum við komið bara klettilega nálægt lausninni. Já, en af hverju mátti ekki Vilhjálmur vera með á þeim fundi? Já, mín vegna mátti hann alveg vera með en ég held að formaðurinn hafi viljað hitt okkur eins og bara til að heyra okkar sjónarmið. Það var sem formaðurinn sem bað það að fá að hitta ykkur án hans? Nei, við báðum að fá að hitta hann. Og án Vilhjálms? Já, það var ekki rætt sérstaklega, það var að við vildum koma heitt og til hans. En af hverju vildu þið skilja Vilhjálm eftir? Við vildum upplýsa formanninn þá stöðu sem væri komin upp að það væri meiningarmunur í þessu máli milli okkar og formann. En sýndi þetta ekki hnotskurn þann trúnaðarbrest sem var orðin þar á milli? Það var ekki trúnaðarbrestur. Það var aldrei neitt trúnaðarbrestur. Við vorum, það talaði um svo þetta hefur ykkur 2 andstæða pólar sem hefur ekki talað saman. Allan þennan tíma, þetta er reyndar eina samtali sem ég átti við formann þessi mál. En allan þennan tíma þá átti ég fjölmörg samtöl og við borgarstjóra. Og eins og ég segi, við vorum byrjað að vinna okkur í áttina lausninni sem var ekkert svo flókin. En finnst þér það sjálfum ekki skrítið? Það hefur gerað svo mikið úr smáli. En finnst þér sjálfum það ekki alveg skrítið að þið færið fundar við formann flokksins og varaformann borgarfulltrúarnir án leiðtoga ykkar? Nei, ég hef oft talað við formann flokksins á þess að hafa hina borgarfulltrúarna með mér. Já, en nú fer allur borgarstjórnarflokkurinn án síns leiðtoga. Skilur hann bara eftir? Það er bara fjölmargir. Eins og sig að feimnismál að hafa hann með og þeir viljið tala ykkur trúnaðarmál við formann án þess að hann sé með í ráð. Þetta var ekki trúnaðarmál. Bara Vilhjálmur var algjörlega upplýstur efni þessa fundar. Og ég hef átt fjölmarga fundi með formanni, varaformanni, hinum og þessum flokkunum og ég einnig með öðrum borgarfulltrúum reglulega og í miklu minni málum og stærri málum án þess að það hefur ekki sérstaklega athygli. Ég held að það sé svona, ég held að Alfreð hann kýs, það er að koma núna á daginn að Alfreð hann hefur komið að myndun þessa meirihluta, kannski meira heldur en menn vilja að komi í ljós og það var reynt að spila upp eitthvað svona mál sem hafa enga þýðingu. Já. Hver er þín skýring á því sem raunverulega gerist? Af hverju slitnar þessi meirihluti? Svona óvænt og hratt? Ég næði ekki alveg vegna þess að í þessu máli þá voru við sjálfstæðismenn, það kemur ákveðin meiningarmunur, við leysum hann í okkar hópi og viljum síðan leysa með Framsóknarmönnum og við segjum það alveg frá upphafi að við erum mjög sáttfúsir við þetta er ekki eitthvað svona mál annarkvort gerum við það ekki, þarna er verið að tala bara endanum sölu hlutabréfa, hvort að ég að selja þau árinu fyrir eða síðar. Og við vorum búin að tegja okkur alveg í því efni, enda vorum við búin að gera það ljóst og svona prinsipafstaða okkar væri svo að
við værum ekki áhættusömum samkeppnisrekstri. Það var ljóst og þá var þetta bara spurningum tíma. Nú, af einhverjum ástæðum þá kýs Björn Ingi Hrafnsson, hann kýs að láta steyta, hann býr til einhverjar ástæður. Þegar við lýsum því yfir að þetta sé allt hægt að leysa, þá tekur hann málið einhvern veginn lengra og sennilega var hann kannski býr til yfirlýsingu frá okkur það að það mætti ekki skipta sér neitt á orkuveitunni, að hann var með ákveðna stefnu þar sem hann hefði tekið þátt í að móta og hann vildi ekki afskipta annarra borgarfulltrúa á því. Hann sagði ekki berum orðum, en mér finnst hvernig hann lagði mál sín upp benda til þess að svo hafi verið. En ég leita sjálfur skýringar og ég held að ég hef á tilfinninguna að það sé eitthvað í þessu máli, eitthvað sem Björn Ingi sagði okkur ekki, eitthvað sem hefur ekki komið fram í dagsljósið og þarf að kalla fram í dagsljósið. Hverju ertu að ýja þarna? Er þetta eitthvað spillingalykt af þessu? Já, við sáum að þarna kom upp náttúrulega það sem við vorum að fletta ofan af í síðustu viku. Það var ákveðin spillingalykt af ákveðnum málum þann inni og við vildum fletta ofan af þeim. En ber ekki minni svo Guðlaugur Þór sem nú kannski höfuðpaurinn í þessu Reykjavík Energy Invest, ber hann ekki ábyrgð og Vilhjálmur Þór líka sem leitaði þetta mál svona lengi? Nei, Guðlaugur Þór ber enga ábyrgð á þessum kaupréttarsamningum og það hefur verið upplýst að Vilhjálmur hann vissi ekki af þeim, leið og hann frétti af þeim, þessu var bara lengt fyrir okkur, leið og Vilhjálmur fréttir af þessu, þá gerir hann allt sem í hans valdi stendur til þess að stoppa þetta. En ég segi bara í þessari vinnu þá koma ákveðnir hlutir upp sem engin heiðarlegur stjórnmálamaður vill láta bendla sig við og við förum í þá vinnu að vinda ofan af þessum og viljum að sjálfsögðu gera það í góðu. Þetta ekki í fyrsta sinn sem stjórnmálamenn gera mistök og við viljum bara vinda ofan af slíkum mistökum í góðu og það veldur greinilega það kemur Byrninga greinilega eitthvað óvart og hann verður mjög illur yfir því og lætur síðan kannski endanum steita á því og ég bara segja ég trúði ekki að hann hafi á endanum látið steita þessa svona tiltölulega litlu hagsmunir sem þetta mál snerist þarna og eitthvað sem allir áttu að geta verið sammála maður hefur á tilfinningunni ég er ekki í einu, ég hefur á tilfinningunni að það sé eitthvað stærri mál þarna bakvið sem sé verið að verja sem við höfum ekki fengið upplýsingar en munum núna eins og í síðustu viku nota allt okkar vald til að reyna að fá upplýsingar og kalla fram í dagsljósið. Getur verið að framsóknarmenn hafi oftast að þið væruð að mynda meirihluta með öðrum og þeir myndu kasta þeim út og þeir hafi bara viljað vera fyrir til? Það er til fullyrt í mín eyru að þið hafi sendt meldingar inn í Vinstri græna að koma í samstarf og jafnvel án villa eins og það var orðað að skilaboðin hafi verið. Já, þetta er algjör rakalaus þvættingur. Það gerðum við aldrei. Hins vegar þá get ég staðfest að ég fekk meðal annarra símhringingar, samtöl frá þáverandi minnihlutaflokkum í borgarstjórn. Það sem Sjálfstæðisflokkurinn var beinlínis hvattur til þess að skilja Framsóknarflokkinn eftir þessu máli, ekki leysa það heldur slíta stjórnarsamstarfi og ganga til liðs við stjórnarandstöðuna og þá bara einn sá flokk sem hefði samband við okkur. Hverjir voru það sem sendu þessi skilaboð? Já, ég get staðfest að það voru til dæmis, það var allans fólk úr Vinstri grænna sem talaði við mig og ég veit að það voru samtöl frá samfylkingarfólki sem töluðu við kollega mína, sem áttu stað við kollega mína. Þannig að báðir þessir flokkar voru að reyna að fá ykkur inn í... Já, og það er eitthvað sem við vitum að gerist í svona... Og hvenær var þetta að gerast? Sko, þegar menn upplegaði sig eitthvað krísa í gangi, þá byrja menn að hringja og reyna náttúrulega að kljúfa andstæðinginn því að náttúrulega valdagráður vinstrimenn langar alltaf til að komast í stjórn. Þetta er að gerast helgina. Þetta er að gerast á mánudaginn, ég fekk svona símhringingu á mánudaginn En voru þið ekki að senda líka meldingar í hina? Gáum enga meldingar. Það er alveg hreinu, við höfum farið í okkur hópi og ég gerði það ekki og félaga minni gerði það ekki. Það er alveg hreinu og við ræddum þetta sérstaklega og það svar sem við gáum var þetta Já, við höfum fengið svona samtöl áður en það er alveg hreinu, Sjálfstæðisflokkurinn er heill í þessu samstarfi og Sjálfstæðisflokkurinn, hann slítur ekki stjórnarsamstarfi og allra síst þegar svona mál er að ræða sem við getum undið ofan af og leyst í frið og spekt. Það má svo vera, ég ætlaði svo sem ekki að koma eitt byrningar til varna með það og hann verður bara að svara fyrir það sjálfur. En ég skal ekki útiloka það að einhverjir spinndoktorar á vinstri vægnum, þeir
þeir hafi farið að stað með einhverjar kjaftasögur eða lygasögur og einhvern veginn náðu að sannfæra Björn Inga um gagnstæða. Við vorum ekki heilir í samstarfi. Ég skal ekki útiloka þann möguleika. En við gerðum byrni en leið og við vörum við að þessar sögur var á ferðinni og ég tek fram aftur, við gáum enga slíka meldinga, við sögðum, við slítum ekki samstarfi, við svíkjum, það hefur verið aðall Sjálfstæðisflokksins að svíkja aldrei sin samstarfsflokk. Þannig að við leið og þessar sögur fór á stað að þá höfðum við sambandi Framsóknarmenn og fullvissum við þá að við varum heilir í þessu samstarfi og að við myndum ekki slíta því. Að lokum, nú tekur meirihluti við væntanlega á þriðjudag. Hvaða helstu breytingar munum við sjá á stefnu Reykjavíkurborgar? Munum við sjá breytingu í því hvernig orkuveitunum verið bætt gagnvart stóriðjufyrirtækjum? Flugvallamálið, hvar munum við sjá svona kursinum breytt? Já, það er auðvitað best að láta verkin tala og það er alveg rétt að þetta er mjög spennandi að sjá hvað gerist því að þessi flokkar hafa talað svo sitt í hver áttina til hægri og vinstri í öllum svona stóru málunum. Afstæðan til stóriðjustefnunar. Hvernig munum Vinstri grænir og Íslandshreyfingin ná saman með bindingi í því? Það hefur verið alveg skýr stefna varðandi stóriðju hjá núverandi borgarstjórn og meirihluta. Hvernig munum við ná saman í málefnum Reykjavíkurflugvallar? Hvernig munum við ná saman í umferðarmálum í borginni? Mislægum gatnamótum? Verður Sundabrautin einbreið? Helsta baráttumál dagsverðandi borgarstjóra að hafa Sundabrautin einbreiða? Verða þannig ákvarðanir teknar? Verður þessum málum senkað? Ég óttast að svo verði í mörgum tilvikum að það sem menn koma sér ekki saman, þá verður bara málinu senkað, nákvæmlega eins og gert var í 12 ára valdatíð R-listans. Þannig að við höfum eftir að sjá kannski blóðugan bardaga hjá nýjum meirihluta þessi mál? Já, við bara á þessu 12 ára valdaskeiði þá urðu við vör við svo margar krísur, það voru nokkrar krísur jafnvel á ári og það endaði yfirleitt með því að málinu var bara frestað og ef Björn Ingi heldur því fram að þetta hafi verið krísa sem hann hefur lent í með okkur, þetta mál sem við töldum öll vera mjög svona auðlegðislega manda, að þá býð ég ekki í það þegar hann sest að borðinu með þessu ágæta fólki og reynir að leysa stærri mál með þeim. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, þakka kærlega fyrir komuna. Hádegisviðtalinu er lokið. Verið í sæl.